Verið velkomin að græna borðinu. Þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti frá því í byrjun árs og það eru fjölmiðla fólk með áhuga á náttúruvernd og loftslagsmálum sem að stýri þessum þætti og það er ekki að ástæðulausu. Það er út af því það er skortur á umfjöllun umhverfismál í flestum fjölmiðlum og það er eftirspurn líka. Þannig að þess vegna verðum við að gera þetta og í þættinum í dag ætlum við að fjalla velsældarhagkerfið. Því að vöxtur hagkerfisins er ekki alltaf af hinu góða. Hagvaxtarsókn og auðsöfnun er ekki svo góð fyrir auðlindanýtingu og hefur komið ástandi jarðar í horf sem að er ekki gott og 7 af 9 þolmörkum hafa verið brotin. Það þarf að hugsa hratt að koma þessu í lag og skapa nýja endurnærandi möguleika fyrir velsæld sem þá er umfram takmörk hagvaxtar. En velsældarhagkerfi er hagkerfi sem starfar þannig að það eyðir ekki heldur starfar nærandi í sjálfbærni og hringrás án þess að ryksuga upp auðlindirnar eins og stundum er gert. Og þetta er auðvitað umhverfismál af allra stærstu gerð. Velsældarhagkerfið er efnahagskerfi þar sem megin markmiðið er að tryggja velsæld fólks umfram það að tryggja arð til fárra. Og þetta þarf þá að vera innan marka jarðarinnar í stað þess að mæla árangur eingöngu út frá hefðbundnum hagvexti. Hugmyndafræðin snýst að efnahagsleg starfsemi eigi að vera tæki til að ná fram félagslegum framförum og umhverfislegri sjálfbærni. Við ætlum að ræða þetta í dag við græna borðið og tilefnin eru ærin eins og við öll vitum. En það er líka nýlega útkomin bók málefnið, hann ætlum að ræða alveg sérstaklega og það eru líka nýstofnuð samtök, eða þau verða stofnuð. Þau eru stofnuð á meðan þessi þáttur er í loftinu. Þá eru þessi samtök stofnuð og þetta er miðstöð velsældarhagkerfisins, félagsskapur sem er stofnaður í Norræna húsinu bara núna á meðan þið eruð að hlusta. Ég ætla að stjórna þættinum og heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér er Kristín Helga Gunnarsdóttir. Já, og tilefni þáttarins við græna borðið í dag er útgáfa bókarinnar The Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being og það er lausleg þýðing á því er handbók sköpun nærandi velsældarhagkerfis. Nú, þessi bók er eftir Ásgeir Brynjar Torfason og Kristínu Völu Ragnarsdóttur. Bókin fjallar velsældarhagkerfið en þau eru mitt gestur okkar hér í dag og Ásgeir Brynjar Torfason er doktor í fjármálum frá skandinavískum háskólum en lærði líka heimspeki og hagfræði í Háskóla Íslands og er ritstjóri tímaritsins Vísbendingar efnahagsmál. Kristín Vala er prófessor emeritus í jarð- og jarðefnafræði og sjálfbærni og situr í stjórn Landverndar. Rannsóknir hennar og kennsla lítur að sjálfbærni, jarðefnafræði, umhverfismálum og samspili náttúru og samfélags og hún hefur lagt áherslu á neyðaráætlanir fyrir jörðina og gagnrýnt ofneyslu líkt og Ásgeir Brynjar. Verið velkomin. Takk. Og það er líka vakning og liggur eitthvað í loftinu því einmitt í dag eru stofnuð ný félagasamtök á Íslandi sem bera heitið Miðstöð velsældarhagkerfis og stofnfundurinn fer fram í Norræna húsinu sem styður líka við stofnun félagsins og þriðji gestur þáttarins er einmitt verkefnastjóri í Norræna húsinu, Silja Elvarsdóttir, sem hefur haldið utan undirbúning að stofnun miðstöðar velsældarhagkerfisins á Íslandi. En slíkar miðstöðar eru starfandi í 17 löndum í öllum heimsálfum. Nú verið bara öll hjartanlega velkomin. Mér langar þess að byrja á að spyrja strax í upphafi hvað rak ykkur tvö af stað til að skrifa þessa mikilvægu bók. Af hverju þið tvö, fjármáladoktorinn og jarðfræðiprófessorinn saminnið krafta? Já, það byrjaði nú þannig að ég var að vinna í umhverfismálum og málefni sem tengjast umhverfismengun við Háskólann í Bristol í Bretlandi og hitti svo í afmælisboði hjá nágranna mann sem var framkvæmdastjóri Schumacher Society í Bretlandi sem voru í Bristol og voru stofnuð í nafni Fritz Schumacher sem var
þýskur hagfræðingur sem starfaði mest í Bretlandi og hann skrifaði meðal annars bók sem bara heitir Small is Beautiful, eða það litla fallegt og talin vera svona fyrsta bókin sem fjallar sjálfbærni. Og eftir að tala við hennar mann í afmælinu sem hét Richard St. George, þannig að undir vendavæng þessa dýrlings, að þá kemst ég að því að við erum bæði að vinna að umhverfismálum en hann að vinna að sjálfbærni pláneturnar allrar, sem sagt marga kílómetra út í andrúmsloftið og yfirborði jarðar, en ég var að vinna að því að greina mengunarefni á yfirborði steinda í umhverfinu og hvernig þau hegðuðu sér þar. Og þess að þetta á atómskala. Og ég var fyrir svo miklum bara sjokki að sjá það að ég hefði mist sjónar af stóru myndinni. Og eyddi heilu sumri í að ræða við þennan mann og lesa mig til og íhuga hvað ég ætti að gera næst og ákvaða svo að taka bara alla mínar kennslu og rannsóknir yfir í að hugsa sjálfbærni sem að var ekki vísindagrein þá. Þannig að kollega mínir í Bretlandi héldi ég hefði dottið á hausinn, skildi ekki hvað ég var að gera. En svo hélt ég því áfram og kem svo til Íslands til þess að verða hvað heita Sviðsforseti. Sviðsforseti, takk fyrir. Í verkfræði og náttúruvísindum við Háskóla Íslands og kem hinga beint inn í hrunið í lok 2008 og þá hugsaði ég með mér ég verð að reyna að skilja hvernig þetta hagkerfi virkar og hvað var eiginlega að vera á Íslandi. Ég búin að vera í burti í 30 ár og þetta samfélag sem ég kem inn í núna þekki ég bara ekki. Mér fannst bara eins og allir hefðu klikkast einhvern veginn og skildi ekki hvað varðum gildin sem að ég hefði verið alin upp í. Og þá gerði ég mig grein fyrir því að sem jarðfræðingur kunni ég enga hagfræði og náttúrulega hagfræðingar kunni enga jarðfræði. Og að ég vissi heilmikið auðlindir heimsins og auðlindanýtingu hagkerfi byrgt fyrst og fremst en ég vissi ekkert hvernig þetta væri nýtt innan hagkerfisins og svo þetta alveg það sama með hagfræðingar. Þeir eru að ráðgjafa ríkisstjórna vita nákvæmlega ekkert jörðina eða auðlindir. Og þess vegna væri við komin í svona mikla sjálfheldu. Og fórstu þá að leita að Ásgeiri Brynjari eða fannst hann einhvers staðar? Nei, svo tók ég að mér að skrifa bók velseldarhagkerfi að því að mér fannst að vera mikilvægt fyrir sjálfa mig að læra og reyna að kenna öðrum. En eftir nokkuð tíma þá komst ég að því að núna skildi ég heilmikið svona hvernig hagkerfi þetta breytast fyrir sjálfbærni en ég var ennþá alveg lost í fjármálakerfinu. Og þá hitti ég hann bara svona fyrir tilviljun, hann bara allt í einu í kvöldverði í Norræna húsinu eftir fund þar að þá fórum við að ræða saman og eftir smá tíma sagði, heyrðu, ég að skrifa bók og við vantar svona mannis að þig sem veist eitthvað fjármálakerfið. Svona byrjaði þetta og í Norræna húsinu. Já, þannig að þetta tengist allt. Já, ég var búinn að vinna þá í háskólanum tvisvar og hafði nú meira segja ætlaði alltaf að labba yfir til Kristjánarvölu þá að því ég tók inn sjálfbærnina og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna inn í kennslu í viðskiptasiðfræði þegar ég var kennari 5-6 ár í viðskiptafræðinni en hafði aldrei náð því þannig að það einhvern veginn eru svo tykkir veggir á milli deilda og sílóa að það var ekki fyrir en ég var hættur upp í háskóla og Kristín var nánast komin á emeritus-stigið og var að klára þessa bók sem við hittumst fyrir utan en nálagt í Norrannahúsinu þóks ég því á hvalaviðburðum þannig að og síðan eru liðin 3 ár og 300 sinna bók komin en Skrifuðu apavatn líka? Já, vegna þess að
mamma mín, hún byggði þar sumarbústað og hann á ég núna með systur minni og dvel það mikið og mér tókst að tæla hann á Apavatn svona við og við, þar sem ég gæti haldið honum festum og gefa honum vel að borða eins og mömmur gera og þá var hann ekki alltaf að hlaupa okkur að fundi út allan bæ og þar tókst okkur að sitja saman og ræða og hugsa og skrifa. En ég var orðin umhverfis verndar, eða hvernig maður á að orða það, sinni löngu áður en maður hélt í eiginlega svona meira aðgrindu. Já. En með því, ég elskar náttúrulega þverfagleika, sko, hef eiginlega alltaf starfað á einhvern veginn skarandi sviðum, þar sem að... Þú lærði líka heimspeki, var það ekki? Þannig að það er ekki nauðsynlegt með fjármálunum? Nei, til þess að geta skrifað sko svona bók eða eins og bara dóttursverkefni mitt þá peninga, þá þarf að vera með grunn úr mismunandi sviðum, held ég, til að það verði áhugavert. En áður en við förum í innihald bókarinn sem er svo gríðarlega mikilvægt að þetta ætti að vera skyldu kennsluefni í flestum deildum háskólans, en þá eiginlega svona liggur beinast að spyrja að því við tölum fjármálahrunið og þar svona kveiknar þetta hvað er í gangi og ég man eftir því að ég hugsaði svo eiginlega bara oft það já, nú verður bara öll hagfræðikennsla í öllum háskólum tekin í gegn og allt verður hugsað upp á nýtt af því að þetta system gengur ekki. Já, og það er þá var ég í doktorsnámi í Gautaborgarháskóla og ég man mjög vel haustið 2008 þegar rektorinn kom á fundi sem var haldinn í tilefni af hruninu og sagði nú þurfum við að skipta út 80% af kennsluefninu hjá okkur í viðskipta á Hagfræðiháskólanum í Gautaborg og svo var honum skipt út. Já. Það var það sem gerðist. En já, kannski ekki beint sem strategi en það var raunin aðeins seinna og ég meina ég held að sko ef við bökkum aðeins lengra aftur og ég segi aðeins bakgrunn að komin á bókinni sko ég fór út í MBA-nám, hafði verið að vinna hér í virkjanaframkvæmdum og svona en eiginlega og kom tilbaka úr því eftir aldamótin og fór að vinna þá upp í háskóla í stjórnsýslunni og þannig fór maður að sjá svona mismunandi gildi frá mismunandi hliðum og fór síðan úr landi 2004 og misti eiginlega af síðan þessu hrunu öllu í doktorsnáminu en maður sá það utanfrá það sem var að gerast, þessi stóra uppbyggingu fyrir austan, stóru virkjanir og í raun og veru held ég að það hafi breytt mér líka en síðan sko við það að hruni verður allan heim, ekki bara hér að þá varð til að svona alþjóðleg hreyfing það að það þyrfti að breyta hagfræðilegri hugsun og kennslu en þó að hafi ekki orðið í skólunum að þá varð til fjöldin allar á samtökum, grasrótarsamtökum, nemendasamtökum, Rethinking Economics og ég tók þátt í Institute for New Economic Thinking og nemendahópnum þar, Young Scholars Initiative, þó ég hafi verið á fertugsaldri í doktorsnáminu en þannig að það er núna netverk yfir 20.000 svona gagnrýna nemenda á allan heim og á þessum tíma, 15 árum eða meira sem eru komin frá því að þetta varð búið að vera gífurleg gerjun í hugmyndum hagfræðinar og nýjum bókum og kennsluefni en það tekur bara svo langan tíma að skipta því út. Ef þau ferðu að skoða eins og var ekki gert þarna síðast heldur fór maðurinn. Já, eins þegar maður fer út í bóksölu stúdenta eða bara í háskóla bókabúðir sem að ég geri gjarnan þegar ég er að ferðast og skoðar hvað eru kennslubækurnar sem hefur verið að selja í hagfræði og viðskiptafræði að þá þær sumar í 27. útgáfu þannig að þær voru skrifaðar fyrir 50 árum og það er enda verið að kenna þær
Úff. og þetta algjörlega úrelt hagfræði sem að eyðileggja jörðin okkar af því það verið að nota þessar hagvaxtar kenningar sem að og markaðurinn eigi að ráða öllu. En áður en við förum í bókina ykkar, þá langar mig til þess að því það ein manneski hér sem hún áberandi yngri heldur en við hinn. Og maður tekur alveg eftir því núna að kynslóðin sem bara til dæmis ríkisstjórnar fólks kynslóðin, þú ert nú kannski bara svolítið af henni, að maður veit ekki alveg hvernig fólk hugsar í dag þessar eldgömlu hagfræðikenningar, en maður sér allavega að áherslan á hagvöxt rosalega mikil og það ekkert rosalega mikið spurt hvernig hagvöxt, heldur bara hagvöxt og mér finnst bara mjög áhugavert að vita hvers vegna, því að hvers vegna þú að vesenast í þessu öllu, að stofna þessi samtök. Hvað finnst þér þessu bók? Ertu búin að lesa hana? Þú ert búin að vera að vinna með þeim. Varst þú í útlöndum og horfðir á eitthvað sem var að gerast hér? Sko, ef þú spyrir mig sem svona unga manneskina við borðið, þá ég ekki tengja við þessa ríkjandi hugmyndafræði núna hagvöxt eins og þú segir og ég var út í námi í Uppsala 2018 þegar Greta Thunberg var komin á flug og mætti á marga fundi hjá eins og Rethink Economics sem var komið líka í gang þar og var mikið að velta fyrir mér einhvern veginn hvar þetta samtala á Íslandi og svo einhvern veginn, ég var í námi í umhverfismiðlun sem sagt í Landbúnaðarháskólanum í Uppsala og mér finnst bara samtalið einhvern veginn þar og svo þegar maður flutti heim og margir viðbrigði í Norrannahúsinu umhverfismál, samtalið bara svo oft stranda á því að við þurfum að breyta hagkerfinu. Það bara markmið hagkerfisins samrýmast ekki því sem við viljum fá fram í samfélaginu og það eins og okkur finnist að líklega þess að sé bara einhvern veginn ógerlegt að breyta hagkerfinu. Þú veist, mér finnst bara oft einhvern veginn það bara svona endapínu samtalið og svo kemst maður ekkert lengra. Og þegar ég sé þessi samtök Wellbeing Economy Alliance og kynnist þeim, þá finnst mér það bara svona kveikir þetta mér. Ég hugsa einhvern veginn þetta eitthvað sem að ég til að eyða minni orku í að því að þetta líka fjallar ekki bara umhverfismálin, þetta fjallar ójöfnuð og svo margt annað, þú veist, hnignun lýðræðis og svo margt annað sem í gangi núna og öll þessi vandamál sem að samtvinnast og við þurfum held ég bara að byggja brýr og öflug samtök sem að ná svolítið svona þvert á svo margt sem í gangi í samfélaginu og fara einhvern veginn svona dýpra í kerfið og fjalla bara hver þessi markmið sem að knýja okkar samfélag áfram og þessi orðræða úr hagfræðinni einhvern veginn búin að síast inn í svo mörg önnur svið samfélagsins að það einhvern veginn bara orðið eðlilegt að tala að þú veist hagvöxtur og allt þetta sé bara einhvern veginn svona aðsta markmið án svo spyrja okkur hvað það sem við viljum, hvernig samfélag viljum við já. Finnst þér þetta hafa verið að færast í rétt átt eða ranga síðustu árin? Mér langar að vera bjartsýn og mér finnst þetta ekki alveg að vera færast í rétta áttina bæði inn á Íslandi og líka bara ef við horfum út í heiminn en sem betur fer eins og Ásgeir benti á, þú veist, það mikil gerjun í gangi og þú skynjar áhuga hjá þinni kynslóð einhvern? Já, en mér fannst það samt ábyrjandi, við vorum með stoppfund, eða ekki formlegan stoppfund, við vorum með svona kynningafund fyrir samtökin í janúar og svakalega góð mæting, við fylltum sal Norrannahússins, þannig að það var allavega mjög gott að sjá hvað var mikill áhugi og mikið af fólki úr ýmsum áttum, fólk úr lýðheilsufræðum, umhverfismálum, menntamálum, bara úr ólíkum áttum sem að hefur áhuga á þessu samtali en mér fannst það samt kannski smá ábyrjandi að það var ekki mikið af ungu fólki í salnum þá. Nei, það var meira svona, ég held að og sá hópur sem tók það svo þátt í þessar undirbúningsvinnu til þess að stofna þessi samtök á morgun að þetta fólk 50 og ég vel nokkur þeirra ólust upp í sama hverfi og eru vinir og hafa verið það lengi sem svolítið áhugavert. Já,
En þú segir áhugavert að alltaf þegar við komum að þessar sömusetningu við þurfum að breyta hagkerfinu, þá endar samtalið og þá veldur maður fyrir sér það er eitthvað rof þarna á milli stjórnmálana og aftur þess hvernig samfélag við viljum. Svörin í þessar bók hvað veldur? Kjarnin að vissuleyti hugmyndafræði sem að hefur tekist að innprenta mjög sterklega á síðustu svona 4-5 áratugum hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar sem mjög sterk í mjög mörgum viðskiptafræði skólum og hagfræði deildum heiminn. Og þar með líka bara inn í hugarheimi bæði stjórnmáluna og jafnvel ég hef verið að kenna upp í listaháskóla, jafnvel þar sem sagt bara, hvað maður að segja, heilarnir í fólki gegn sósa af því að það þurfi nú samt söluvænleg list eða, og maður getur orðið örlítið vonlaust þá þegar það meiri sé líka þar. Þetta kemur inn í náttúruverndina líka. Já. Og það eru gamlar orðnar svolítið langt síðan, það voru gerða kannanir sem sína fram á fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér eigin dauða heldur en að sjá fyrir sér endalok hins kapitalíska kerfis sem svona álíka hugmynd eins og að fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér skilnað við maka heldur en að skipta banka. Þetta bara tölfræðupplýsingar sem ég að segja ykkur. Þetta bara tölulega staðreyndir sem það fólk og þarna einhvers konar djúp sálfræðileg greining mögulega nauðsynleg sem við förum nú kannski ekki alveg í þessari bók en þetta mikilvægt þetta til að skilja að það einhvern veginn út frá því sem þið voru að tala að það alltaf já, en við verðum þú veist. Og fólki finnast breytingar óþægilegar. Já. Og bara vill helst bara halda áfram eins og það hefur alltaf gert. Þarna, af því að ég nú yfirleitt alla mína tíð synda á móti straumnum, þá finnast mér breytingar æðislegar og þoli ekki að hakka áfram í sama farinu. Þannig að ég held að þurfi svona svolítið innan fólk sem með einhver svona rebel hugsun til þess að reyna að koma á framfæri býtum við þetta hagkerfi sem við búum við, það manngert. Við getum bara búið til annað. Sem að þjónar fólki og náttúru. Já. Nú erum við komin að bókinni. Nú erum við komin að bókinni. Hvernig ætla að gera þetta? Ef ég má taka boltan aðeins bara, þetta ég held að að það sé samt búin að skapast jarðvögur fyrir að skilja nauðsyn breytingana enn meira. Ég meina aftur bara staðreyndir úr veðurfréttum frá Evrópu. Það er að koma núna, ég gat ekki þýtt almennilega úr það er að koma svona öfgakendur hnykkur á veðurfar í nokkrum löndum í Evrópu þegar það sé að fara 20 gráðu breyting á einni viku þannig að öfgarnir í veðrinu eru farnar að snerta fólk meira og meira og allskyns bara náttúruhamfarir sem eru farnar að koma nær og nær þannig að það er náttúrulega full seint í rassinn gripi og við sem höfum eitthvað verið að stúdera þetta að fylgjast með þessu vitum að það er langt síðan við fórum yfir ýmsa vendipunkta en fólk hefur ekki einhvern veginn viljað trúa því kannski fyrir en núna og á samanskapi einsvarandi hagkerfi, það er alveg 10 ár síðan að meðal háskólastundanda, aftur bara tölfræðupplýsingar í Bandaríkjunum voru fleiri sem höfðu trú á sósíalisma frekar heldur en kapitalisma. Það er að segja, ég er ekki að mæla ég er bara að segja ykkur tölulega staðreyndir úr könnunum eða háskólanum í Bandaríkjunum að þar var ungt fólk búið að missa trúna á einu kapitaliska kerfi og farið að snúa sér öðru síðan sjá hvernig útkomun og kostningum verður en hvað að segja, jarðvegurinn fyrir breytingar er orðin mjög
frjósamur held ég til þess að geta, en fólk veit kannski ekki hvaða breytingar. nei, nákvæmlega, það er hérna Og vantar einmitt ímynduraflið og eitthvað svona samstagsvettvang, það sem að við getum einhvern veginn byrjað að sjá fyrir okkur hvernig sem framtíðin gæti litið út og mér finnst þarna að því við erum að tala um hennan jarðveg sem er að myndast núna eins og það sé meiri vitund það einhvern veginn núna að það sem hefur fleitt okkur áfram sem mannkyn er samkennd og samvinna, ekki græðgi og samkeppni og Og einstaklingshyggja. Já, og þurfum kannski bara að líta á okkur sjálfsvöldi í nýju ljósi því ég held að við hefum leift hagkerfinu líka svolítið að skilgreina okkur sem manneskjur. hugmynd Darwins survival of the fittest sem sagt er ekkert hérna sko náttúrulögmál í sjálfu sér, það eru komnar fulltar rannsóknir sem sýna fram á hérna survival of the friendliest, afsakið ég sé með enskuna úr bókinni, að það eru samvinnan og þeir sem að hafa verið þeir eiginleikar til samhjálpar og samvinnu sem hafa fært fram sko þróun mannkyns miklu meira heldur en einstaklingshyggju samkeppnin og hinn sterkasti lifi af sem er einhver svona og það er í rauninni okkar eðli að vinna saman og hlúa hvort öðru og hérna eins og hefur verið skrifað að þá er bókin hans William Golding hérna strákana sem að hérna gengur næstu því fram að hverju þeir lenda á eyðieyju hún er ekkert rétt vegna þess að það voru einhverjir strákar sem að lendu á eyðieyju í Kyrrahafi og voru þar í næstu 2 ára í mann rétt og þeir bara hlúða hverju og hugsaðu hver annar og byrjuðu hvern dag á samverustund og skiptu við þessi verkum og einhverjir ósáttir að voru sendir sikkur enda erinar til að sitja og hugsa og svo er það leitið saman og einhver fótbrotnað og þá voru hugsað brotið og hann var þau voru í furðulega góðu ástandið þegar þau voru fundnir þannig að það er í rauninni okkar eðli að hugsa hvert annað og ekki spilverki sem sagði Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfur örlítil bífluga afsannar það en á sama tíma og við erum að ræða þetta og hérna og viljum bara byltingu þetta er bylting að bylta svona kerfi þá eru ráðamenn hér og munvíðar og vel flestum stöðum að tala kaupmátt, eitruð hugtök eins og kaupgetu, neyslugetu, allt þetta sem á að keyra okkur fram að brúninni og ég er að hugsa á sama tíma er fræðasamfélagið, vísindasamfélagið, menningar og vísta samstarf á milli landa að rópa á breytingar. Hvernig hefjum við þetta samtal við ráðamenn þjóða og við getum byrjað á okkar eigin þjóð vegna þess að við erum með ráðamenn sem hafa ekki eins og áhugaði að sinna náttúruverndarmálum. Sko, ef við tölum bara áhuga á þess svona velsældar hugsun og velsældar hagkerfi, að það var fyrir ríkisstjórn hérna sýndi því áhuga, Katrín Jakobsdóttir fekk strax áhuga þegar þetta var kynnt fyrir henni og ég gaf öllum stjórnmálamönnum bókum velsældarhagkerfi, fyrsta bóki sem kom út og skrifuð hérna af Lorenzo Fioramonti þegar hann var í Suður-Afríku og Katrín gekk svo í samband við aðra þjóðir sem voru með sömu hugsun í Skotlandi og Nýja-Sjálandi og Finnlandi og setti saman samtökin Wellbeing Economy Governments. Hins vegar hefur núverandi ríkisstjórn akkurat engan áhuga á þessum málum. Jafnvel þótt að Katrín hafi sett á stað nefnd sem ég tók þátt í að velja velsældar mælikvarða sem að Hagstofan lítur eftir og er ennþá verið að mæla að þá er hún ekkert notuð í stefnumótun núverandi ríkisstjórnar. Þannig að það er til áhugi en svo verður pólitísk breyting og þá er eins og öllu sem hann var búið að vinna að hjá fyrir ríkisstjórn hvort sem var gott eða vond því er hent út því miður. En þá er kannski konar miðstöðinni þarf er ekki svona
félagasamtök einlega kjörin til þess að skapa þetta beina samtal og íta við ráðmennum að taka upp þráðinn, kasta ekki alltaf því sem gott sem gert. Það okkur þessuna sem við þurfum öflug félagasamtök, af því að þetta getur ekki oltið á einstaka stjórnmálamönnum eða pólitískum hreyfingum. Og við sáum í Skotlandi, við höfum verið í góðu sambandi við samtökin í Skotlandi sem hafa verið mjög öflug og leiðandi og þau eru svo öflug að þau hafa náð einhvern veginn fram samtali og ákalli þegar það eru stjórnarskipti og náða svona íta þessu svolítið áfram. Og það bara nokkulega það sem við þurfum að standa vörðum hérna með félagsamtökum á Íslandi og líka bara vera vettvangur sem að leiðir saman fólk úr ólíkum áttum í þetta samtal. Og líka að í rauninni að það að byggja upp velsældarhagkerfi, þetta ekki hægri eða vinstri eða mið. Þetta á bara að vera alveg eins og náttúruverndin á að vera efst á lista hjá öllum flokkum. Enda tengist þetta mikið. En hérna mig langar til að spyrja aðeins af því að ég talaði við Kristínu Völu fyrir þáttinn og við vorum sammála að það þyrfti að tala mest það sem verður. Við erum búin að tala heilmikið það sem og það sem var og það sem hefur þróast og margt af því öðruvísi en það ætti helst að vera. En velsældarhagkerfi, svo við tölum bókina, hvernig verður það því komið á og þarf að fleygja því sem við búum við núna eða hægt að laga það á einhvern hátt? Hægt að bæta þetta hagkerfi sem við vinnum eftir núna og breyta hægt eða þar byltingu eins og Kristín Helga var að tala um? Hver eru praktísku skrefin eiginlega? Hver eru praktísku skref? Hvað mun gerast næst? Kristín var að svara því ef ég tek segvegið á milli aðeins úr því sem við vorum að tala. Það þegar það umskipti að þá sem Gramsci kallaði tími skrimslana uppi. Það óvíst hvað mun á yfirhöndinni að ráða. Ég held að það þurfi samt líka alveg að segja að einhvers konar markaðsdrifið hagkerfi það ekki umbylting að kasta því öllu fyrir róða. Það bara að hinn öfgafulla nýfrjálshyggja með hámörkun hagnaðar og því að fyrir örfáa. Já, og ganga út frá því að það sé að ná endalaust í nýjar auðlindir til að nýta fyrir þennan vöxt. Að vakninginum og skilningunum og því að vaksa mjög mikið. Bara í síðustu viku kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sem að segir beyond growth, við þurfum að fara umfram vöxtinn, af því að þetta hefur margt af þessu legið fyrir mjög lengi en einmitt allt eins og þau voru að lýsa áðan ekki nást í gegn vegna kerfis eða vegna þess að eitthvað kemur upp á og það þarf þá að COVID eða hvað maður vil nota sem skýringu en umhverfismálin vandinn ekkert farin, líffræðilegi fjölbreytileikinn, loftslagsván, öll þessi vandamál eru bara að aukast. Svo kemur stríð eða svo kemur veira eða svo kemur stjórnarskipti eða svo kemur eitthvað annað. En ég held að ég bjartsýnn á að það sé hægt að ná umskiptunum, jafnvel þó að það verði svolítið óþægilegt meðan á því stendur og einhvers konar átök mögulega, að þá fyrsta atriði náttúrulega skilja af hverju við erum komin í þessa vondu stöðu. Þannig að það ekki það ekki sérlega gott til lausnar að kasta öllu þessu gamla að segja að það þurfa að mínu aldi. Ég meina, ég styð allt byltingakent fólk, hvort það er ungt eða eldra en ég, það er hægt að ná fram gífulega miklum breytingum með hugarfarsbreytingu ef að skilningurinn kemur án þess að maður ætli að
kasta burtu öllum grundvöllum hagkerfisins. Þannig að það er hægt að laga þetta. Já, en sko, aftur á móti, þannig er ég ekki að segja að við þurfum bara að breyta aðeins, laga smá, að því það er búið að vera að reyna það í nokkur ára tíunjóla. Það hefur ekki gengið. Við Það erum að laga tala um mikið. hugarfarsbyltingu. Ég lík bara að breyta þeim gildum sem að drífa þetta kerfi áfram og það er eins og þú talar oft Donella Meadows og Thinking in Systems að fara djúpt ofan í kerfi til að gera eitthvað alvöru breytingar. Við erum ekki að tala um að skattleggja eitthvað smá hér eða þar heldur bara að skoða þessi gildi. Djúpt ofan í kerfið og setja nýja reglur eða bara nýja áætlun hvert við viljum fara. Því það vantar voða mikið svona sýn á hvernig þetta líf átt að gæti orðið þegar það verður betra fyrir alla. Setjum svo að þið væri ríkisstjórn núna, bara þið þrjú, og ætliðið að skrifa stefnu þetta, bara velsældar samfélag. Hvernig myndið þið gera það? Í fyrsta lagi þarna þyrfti að kenna öllum þeim sem að skrifa þessa stefnu kerfishugsun til þess að skilja að allt okkar kerfi, jarðarkerfi sem við búum í, náttúran og mennirnir og dýrin og allt lífið, þetta er allt eitt kerfi sem tengir saman og það er ekki hægt að vinna bara í því að reyna að minnka losun hér eða draga niður koltvísýring hér í loftslagsmálunum. Heldur þurfum við að hugsa þetta allt heildstætt. Þannig að kerfishugsun er eitthvað sem er mjög lítið kennd í skólum heiminn allan. Bæði á grunnstigi og í framhaldsskólum. Síðan þyrfti að setja einhverja svona stefnu hvert viljum við fara, hver er okkar sýn, framtíðarsýn og komast að niðurstöðu með sem flestum bara þjóðfund hvert við viljum fara og stinga svo ekki niðurstöðinu þjóðfundarins niður í skúffu eins og gert var eftir hrun. Heldur byggja svo upp það samfélag sem fólk vildi að því það var margt mjög gott í því sem fólk vildi eftir hrun á þjóðfundunum. Svo þurftum við að skoða hvar í heiminum eru góðir hlutir að gerast og hafa gerst áður. Þú veist, þurfa til dæmis bankar að vera risastórir með fullt af hluthöfum sem að vilja arð og það var skipt með þá sem að taka hjá þeim lán og reyna að kaupa sér íbúð, þeir með bara vera á háum vöxtum. Þannig að þá fá eigendurnir arð. Heldur að vera með litla samfélagsbanka eins og var einu sinni svona samvinnubankar eða sem að þekkja alla sína kuna og gefa lítið lán og hjálpa samfélaginu að þróast. Þannig að slíki bankar eru til og við þurfum bara að stofna þá aftur. Og það er bara eitt. Síðan hvernig framleiðum við matvörun okkar? Viljum við vera með svona stóra iðnaðarframleiðslu sem nota gífulega mikið af eiturefnum og bara hreinlega drepur allar örverur og öll dýr í nágrenninu og eyðir jarðveginum til framtíðar. Þannig að það talaði að við heldum svona áfram þá hefur við ekki eftir nema svona 50 ár til þess að nýta þennan jarðveg. Eða viljum við vera með svona aukandi landbúnað þar sem byggir allt á því að vera með heilbrigðan jarðveg. Og þetta er allt hægt og það er verið að vinna þessu á mörgum stöðum. En ekki verið að reyna þetta á Íslandi? En við þurfum bara að hugsa meira heildstætt, því það er fullt af einhverjum svona bútum í gangi, en það er ekki verið að tengja þessa búta. Við þurfum að setjast niður saman og tengja bútana. En svona velsældarhagkerfi kallar þetta ekki nýja stjórnarskrá? Vitalega þyrftum við nýja stjórnarskrá og ég er alveg, við eigum nýja stjórnarskrá. Já. Ég held þetta komi svolítið aftur að við erum að lifa tíma það sem er kallað polycrisis. Það er fjölþáttakrísa í heiminum. Það er svo mörg vandamál sem koma saman og
Og það getur verið svona yfirþyrmandi en það er mjög mikilvægt að muna, þú veist, það er ekki allt ómögulegt, það er búið að vera að gera mjög mikið en vandinn er að þessir litlu góðu þættir hér og þar eru kannski ekki búin að ná yfirhöndina því þau initiatív að það er tilraunir hafa ekki náð markaðsforustu að því það er alltaf hinn sterkasti á markaðnum sem nær yfirhöndinni. En við erum líka að sjá afleiðingarnar af því í tæknifyrirtækjunum í ameríska kerfinu. Þannig að sko, aftur, ég er bjartsýnn á vitundavakninguna þó að við þurfum náttúrulega svona samtök og fræðslu og kynningu en fólk er líka að ná sér í það af góðum miðlum og þannig að það er eitt og sko síðan hitt að bara þessi einfalda hugsun úr titlinum á bókinni, Kristín var að koma inn á það, regenerative, sem er nærandi, auðgandi, það er þýðingavandi í ýmsum þessum nýju hugtökum. Þetta er bara eins og þegar ég var alveg upp í sveit í gamla daga, sko, þú veist, flestir bændur notuðu þá skítinn úr fjárhúsunum á túnið sem áburð, þú veist, og flest allir sem hafa verið í einhvers konar ræktun vita að það er ekki gott að höggva allan skóginn niður, þú veist, þá er allt í þú þarft að planta, þú veist, þannig að við getum alveg innleitt svona hugmyndir inn í hagkerfið hluta til byggir á sjálfbærni hugsuninni, en ef við ætlum að byggja það á einföldum nýfrjálshyggju kenndum hugmyndum að markaðurinn leysi allt best, þá höfum við bara tilraunina frá síðustu 2 áratugum eða hvað það nú er, þar sem að það er augljóst að það þarf annað og meira til eða með því heldur en að treysta á það í blindni, þú veist, og aftur, þar held ég líka að vakningin sé að augun fleiri sé að opnast fyrir því að það munu ekki koma einfaldar lausnir þaðan, en auðvitað, það er heilmikið mál að breyta þessu. Já, og eitt af því sem er mjög mikilvægt í því að koma sér í átt að svona velsældarhagkerfi er að vera ekki bara með þennan eina mælikvarða hagvöxt sem að við vitum núna er svona drifkrafturinn af eyðileggingu náttúrunnar. Heldur að vera með fleiri markmið sem að tengist heilsu fólk, samfélaginu öllu, dreifa auðnum, að allir borgi skatt og þeir ríku borgi herri skattin hinnir og passa upp á að allir hafi tækifæri í lífinu en að það sé ekki bara í fárra hendi. Ég skjótt inn einu bara, nú horfum ég að þig, hagfræðinginn sagði ekki líka hvað heitir hann Kúsnet sem að þróaði landsframleiðslu sem mælikvarða að þetta myndi aldrei verða einhvers konar all-encompassing mælikvarði, það mætti aldrei líta á þetta aðskilið frá stærra samhengi. Það væri meira svona hættulegt ef það væri gert. Hann varaði við því, að því að stríðsrekstur einhver hagvöxt en umhyggja minkar hann, þú veist, þannig að það er eiginlega örugglega svolítið svona martröð fyrir hann ef hann fengi að sjá afleiðingarnar af þessu kerfi að það einhvern veginn tekur yfir aflið af því að það hagvaxtardrifna og svo er mjög sterk öfl sem svona kynna hið góða af því að kapitalismin hafi nú fært svo marga úr fátækt og það gleymist að minnast á það að það er nú flest 100 milljónin af þeim sem hafa færst úr örbyrð eða mjög mikil fátækt til svona nær okkar lífsskilur það hafa verið í Kína, flust úr sveitum í borgir sem hafa verið byggðar upp þar af svona ríkisstýrðum kapitalisma en ekki hinnu frjálsamarkaðshagkerfi, þannig að sko aftur þarna af því að þetta er einfaldur mælikvarði sem nær svona einhvern veginn óvart tökunum og völdunum og að þá
sko, það var byrjað að tala og fyrsta skýrslan kom eftir 2008 með Stiglitz og fleirum að hagvöxturinn væri vandamálið, að það þyrfti að endurhugsa þann mælikvarða. Síðan kemur sko enn einn skýrslan frá Sameinuðu þjóðunum í þar síðustu viku Beyond Growth, svona high level expert group en aftur það var reynt ýmislegt, það er búið að vera að reyna að breyta reikningsskilastöðlum fyrir opinber fjármál, en að taka inn framlag kvenna til hagvaxtarins og en þetta er allt svona smávægilega breyting að vera að reyna að breyta en það virðist ennþá svo sjálfsagt í umræðinu og í fjölmiðlum að við viljum sjá hagvöxt á milli ára og milli ársfjórðunga, en þú veist að hagvöxtur fyrir hverju þess að hagvöxtur að skila það, við förum aldrei einhvern veginn dýpra. Já, svo var það jafnréttið og þáttur kvenna í þessu öllu. Já, einmitt. Það sem ekki er mælt. Í þessum svona vanalegu vergu hagvaxtartölum eða er mikið af framlagi kvenna ekki talið með. Og það er það sem að konur hafa lagt til hagkerfisins alveg frá því að það var byrjað að nota þetta sem mælikvarða fyrir meirinn 100 árum að barneignir og alubörn og sjáum þá sem eru veikir og gamla fólki og svona þegar þetta er innan fjölskyldna þá flæðir þetta ekki gegnum hagkerfið og er ekki talið með og það hefur verið gerða skýrslur hjá Sameinuðu þjóðunum að en ef við myndum telja það með, hvernig lítið það þá út? Og þá hafa tölurnar snúist þannig að þarna framlega kvenna er í rauninni miklu starra heldur en það sem verið gegnum þetta peningalega hagkerfi. Og þá fara upp varnir og segja nei, við getum ekki gert það þannig að því að það mun þá stýra hvernig fjármálum er stýrt innan þjóða og svona þannig að við bara skiljum þetta eftir. Þannig að þetta er búið að vera bitbein lengi og nú er þetta komið inn í einhverju svona hliðarreikninga, er það ekki? Jú, svona satellite. Satellites account er það kallað. Og þarna eftir. Bara alveg nýlega. Þannig að sér maður svona, maður getur séð í ákvæða breytingamerki en þau er ekki nóg að þau ná ekki í gegn. Sérstaklega þegar síðan annarkvort áföll koma eins og heimsfaraldur eða eins og þegar það fari bara út í stríðsrekstur sem jável tengist olíu. Þá er allt til sett til hliðar. Já, eða allavega þá nær það yfir hundinni og við förum í þetta gamla far en ég held að það gerir það líka verkum að fleiri sjáu í ruglið eða sjáu í gegnum og sjáu að nú gengur þetta ekki lengur sko. En þessa fínu stefnur sem stjórnvöld eru nú alltaf að gera bara lýðheilsustefnur og stefna líffræðilega fjölbreytni, loftslagsstefna og allt þetta. Eru þetta ekki einhvers konar tilraunir til þess að leiðrétta þetta allt saman og myndu þær á einhverjum tímapunkti geta dugað? Nei, er þetta ekki bara bótatir? Allt er þetta skrefi rétt átt en svo er ekki verið að fylgja þessu nógu vel í gegn eins og þú veist við höfum skrifað undir stefnu að minnka hnignun á líffræðilegri fjölbreytni en hvað erum við að gera í sambandi við náttúruvernd á landi og í sjó? Já. Hljóð og mynd fara ekki alveg saman. Nei, og þú talar kerfisbreytingar og þetta er eiginlega kannski bútar eins og talum. Já, þetta er bara hlutakerfinu. Þetta er ekki tekið allt saman í eina stefnu. Annað sem við hittum fulltrúa frá Wellbeing Economy Alliance samtökum annar landa í Norrannúsinu núna í tengslum við Velsældaþingið sem var í Hörpu í apríl og áttum samráð með þeim og þau voru svona ekki veit okkur góð ráð hvernig við heldum þessu starfi áfram inn á Íslandi en við hittum eina þar sem heitir Sophie Howe og kemur frá Wales og Wales er með Wellbeing of Future Generations Act sem ég fannst frekar magna dæmi. Bara lög frá 2015. Og hún er sem sagt hálfgerður svona ombudsmann fyrir framtíða kynslóðir. Umboðsmaður framtíðarkynslóða. Já, og hún getur farið ég var svo til að segja þetta hér en hún meiri segja hefur alveg mandate til þess að
bara fara niður í nitti gritti hluti eins og vegaframkvæmdur og spyrja bara hvaða, þú veist, hverju er þetta að skila fyrir líffjölbreytileika, fyrir framtíða kynslóðir og það þurfa ráðamenn að svarinni. Já, Þetta er náttúrulega- Þannig eru komin lög og svo er komin umboðsmaður sem getur farið í alla stefnumörkun og sagt býttu nú við með glerugum komandi kynslóða. Komið í kerfið. Já, þetta er komið inn í kerfið. Og það er svo þessi langtíma hugsun sem að vantar því að ef allt hagkerfið er drifið áfram af því að skila góðum tölum á næsta ársfjórðungi, þú veist, þá bara erum við aldrei að ná í gegn þessum góðu fjárfestingum sem er að fara að byggja upp betri framtíð. Þetta er mjög spennandi. Þetta er alveg ótrúlega spennandi. En það er eitt líka, sko, að ég hef stundum talað um Bútan út að borð, ég þarf bara að fara þangað. Þeir eru sem sagt með umhverfisráðuneyti, umhverfis- og loftslags- og náttúrumálaráðuneyti, sem er stærsta ráðuneytið, algjörlega sjálfstætt og hefur áhrif á öll hinn ráðuneytin af því að umhverfi, loftslag, náttúra, plánetan er heilbrigðismál, er mentamál, er fjármál, er bara félagsmál. Já, er þetta partur af kerfisbreytingu fyrir velferðarsamfélag? Já. Og menna þessi upprunlega hugsun fyrir velsældarhagkerfi kemur frá Bútan. Já. Og það er bara þannig. Já, einmitt. Þannig að Ban Ki-moon þegar hann var Sameinuðu þjóða ritarinn, hann bað forsætisráðherra Bútan að koma inn með þessa hamingju stuðla sem hluta af þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem að urðu síðan heimsmarkmiðin. Árið 2012 bauð hann sjálfbærni sérfræðingum að koma á fund til New York hjá Sameinuðu þjóðunum og ég fekk einhver tölvupóst frá kónginum í Bútan, stimplað og eitthvað. Ég sagði, hvað eiginlega þetta að vera? Þá var þetta bréf frá forsætisráðherra og kóngi Bútan að koma á fund til þess að ræða hvernig var þetta að koma með þessa stefnumörkun á Bútan inn í stefnumörkin fyrir Sameinuðu þjóðurnar. Og þannig að ég fór til New York eftir að gera mig grein fyrir þetta var ekki bara eitthvað svona fjöldabrif sem var að plata mig og fór svo til Bútan árið eftir. Já. Og þar voru 60 manns, það voru mörg 100 manns í New York og síðan skrifum við skýrslu sem að var framlag Bútans til þessara þróunarmarkmiða því það var farið út í alveg gífurlega mikla samvinnu til þess að fá álit fólks allstaðar að og þetta var framlag Bútans. Þannig að sá hópur sem ég er búin að vera að vinna með síðan að hann kemur upp með þetta velsældar hugtök eða well-being economy til þess að vera nýtt framtíðastefna fyrir heiminn. Þannig að þetta byrjaði í Bútan. Þetta var nú gott að fá fram og það furðulega er að tíminn er eiginlega fokinn frá okkur en við þurfum samt aðeins að spekulera í þessu nýja félagi og hver verða fyrstu verkefni þessa félags? Sko önnur heldur en að lesa nýju bókina. Það verður náttúrulega bara efla umræður þessi mál sem við erum að tala með í dag, koma þessu almennilega einhvern veginn á kortið á Íslandi. Við sem fyrir okkur að halda opna fundi, reyna að fá aðalega úr ólíkum áttum með okkur í samráð, það er svona kannski fyrstu skrefin en svo líka bara mun stjórnin sem að myndast á fundinum á morgun svona skilgreina starfið betur. Það verður kosin stjórn á morgun og fólk gengur í samtækin þá líka eða sérst ekki morgun en í dag af því að þetta er hliði við hliði í tíma þessi þáttur og hægt að finna ykkur á netinu og gangi í samtökin, það ekki? Já, við erum með Facebook síðu miðstöð velsældarhagkerfis við erum með Gmail weall.iceland@gmail það er allan það sem við erum komið með svona núna allavega, en svo náttúrulega bara stefnum við að byggja upp heimasíðu og koma þessu almennilega í loftið og já. En mér finnst áhugavert sem þú segir að þið ætla að leita að samstarfi við hinn og þessa, væntanlega önnur félagsamtök
nú kannski einhverja umboðsmenn, einu sinni var hestsins minni mig, þess mikilvægari held ég, en umboðsmaður barna er auðvitað einhvers konar umboðsmaður framtíðar, þannig að hann hlýtur að vera álitlegt samstarfs. Já, algjörlega og eins og þessi samtök erlendis hafa verið að virka, þá eru þið mörg svona reglífa samtaka sem eru í svipuðum hugleiðingum og er svona vettvangur þeirra á milli. Já. Þannig að þetta getur þróast í allar mögulegar áttir og orðið spennandi. Já, öll þessi samtök í mismunandi löndum er í rauninni sjálfstæð og vinna því sem að þeim finnst vera mikilvægt fyrir þeirra samfélag. Þannig að svona velsælda samfélag í Bandaríkjunum er að vinna einhverju öðru heldur en í Skotlandi. En þau eru líka duglega að deila sín á milli hvaða stefnumótunarbreytingar, hvaða verkefni, hvað er að virka vel. Þarna er oft með webinar frá ýmsum heimshornum, það sem er verið að fjalla það sem er í gangi þar og deila þekkingun á milli. Það sem er mjög áhugavert með Norðurlöndin er að þegar að fyrst var farið að staða í Danmörku það var 2024, að þá voru allstaðar opnar dyr og stofnfundurinn var með 1500 manns sem að þeir sem að stóðu að því byggust alls ekki við. Og þar er gífulega mikil gróska í gangi. Og ég held að sé mikilvægt líka á fundinum að þetta byggist bæði á náttúrulega samstarfi við önnur félög, þversfagleikin er það sem að færir okkur áfram, en líka bara áhugasamt fólk áhuga mikilvæg atriði að þeirra mati komi inn og geti jafnvel sett upp hópa varðandi ólíka þætti velsældarinnar sem geta verið á svo miklum breiðari grunni heldur en bara lofslagsmáli eða líffræðilegu fjölbreytileiki, það nær alveg utanum jöfnuð og ójöfnuð eða bara menningarminjar eða listfræðikennslu, þerapíu, þetta er ekki einhvers konar einfalt plan heldur, er það meira að færa hagkerfið fram á við umfram bara meiri hagvöxt og að í raun og veru fyrir framtíða kynslóð, því það er þetta regenerative og heimsmarkmiðin hjá Sameinuðu þjóðunum aldamótin og síðan sjálfbærnimarkmiðin, þeirra tímabil er að renna út núna bara fljótlega og það er búið að leggja upp Pact for the Future sem er næsta prógram og ég menna bara á þessum 3 árum sem við vorum að skrifa bókina, þá urðum við ekki bara afi og amma, sikkura barna, heldur, fór heimurinn sem hafði verið búin að brjóta 6 af þolmörkunum upp í að vera búin að brjóta 7 af þolmörkunum. Og það sjá allir að það er ekki hægt að halda svona áfram, enda er barneignum að fækka víðast hvarum heim og það mun drepa algjörlega hagvaxtarmöguleikana fyrir þá sem trúa bara á hagvöxt. Þeir hafa litið á barneignir eins og hverja aðra ókeypis náttúruauðlind sem bara komi af sjálfur sér án. Engar konur búin að hugsa sem börnum komaðum á legg. Já, en þá þurfum við líka vera góð í því að ná til hjarta fólks. Og það sem þeir hafa áhugavert að tala við írska fulltrúar sem var í apríl, að þar hafði tekið inn listamenn og listamenn standa fyrir alls konar viðbörðum til þess að fá fólk inn til þess að ræða um þessi málefni. Þannig að við þurfum að ná til listamannana sem eru betra í að ná til hjartans heldur svona vísindamenn sem segja þetta er svona og við þurfum að gera svona, það nennir enginn að hlusta. Þarf ekki líka bara, er ekki almálega að ná til stjórnvalda og stórfyrirtækja vegna sem ég finnst alltaf ábyrgðin vera lögð á einstaklinga. Þó að þeir breyti og sé drifkraftur. Ég meina svo þú varst að tala bara sjálfbærni samfélagi. Stórfyrirtækin er nú oft beðin að passa auðlindir. Já, nákvæmlega. Og ef þú ert að tala sjálfbærni samfélagi og bara sveitabæin hjá ömmu og afa sem er nú bara rétt fyrir aftan okkur og það var ekki umbúðasamfélag en dag berum við sem einstaklingar ábyrgð á öllum umbúðum en ekki þeir sem skapa það fyrir hagvöxtin. Og það eru náttúrulega fyrirtæki sem er að pæla í þessum málum en yfirleitt er það bara oflítið. Og þrýstingurinn kemur svo að vera með líka. Þannig að það að hverfa frá ofur áherslunni á hagvöxtin felur líka í sér að hverfa aðeins frá
ofur áherslunni á hreina hagnaðardrifna viðskiptastarfsemi á öllum sviðum. Þar að segja, það er hægt að reka fyrirtæki eða hjúkrunarheimili eða hvaða sem maður nú vil hugsa á annars konar hátt heldur en að hámörkun hagnaðarinn sem er bara hugmyndafræði sem er of einföld til að ætla að láta allt hagkerfi vera rekið á því og til þess að breyta því þá þarf hugrekki og að því þú varst að tala hjarta, það er ekki bara hjá listamönnunum, hugtaki courage kemur úr, ef maður kann smá frönsku, það kemur ekki úr huganum, heldur úr hjartanum, þannig að ég held að ef að bara nógu margir fara að hugsa ekki bara með heilanum, heldur líkamannum öllum sem er náttúrulega jarðtengdur að þá skilji fólk hversu alvarlegu vandinn er og það þurfi að breyta En græðgi er líka sjúkdómur, þannig að mögulega þarf að finna lífið. Við skulum nú ekki fara út í það hér. Það er engin leið að hætta, en ég held að við séum að við komum langt fram yfir, ég veit ekki nema okkar góði tæknimaður sé bara farin. Það verður rætt áfram. Við þurfum að slíta þessum þætti núna og þetta verður vonandi rætt mikið áfram á næstunni. Bókin verður kynnt í hátíðasal háskólans á 5. daginn. Já, það klukkan 3 fyrir þá sem að vilja koma að læra meira. Já, þannig að við getum þá allavega endað á því að auglýsa það og bara þakka ykkur fyrir Silja Elvarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Kristín Vala Ragnarsdóttir. Takk. Og Kristín Helga, þú ert náttúrulega alltaf lokaorðið. Já. Ég var eiginlega búin að segja það, græðgi er sjúkdómur og við þurfum að finna lyf við henni, en þá sagði Kristín Ragnar, við skulum ekki fara þangað. Þannig við skulum ljúka þessu á léttum nótum velsældar hagkerfið. Það er hagkerfið sem komur skal. Takk fyrir. Takk.